Velkomin! Hæ. Í bíóbílinn, það Arnór, Heimir og Knútur hér á ferð og við fórum á The Amazing Spider-Man 2. Dos. Hérna í Sambíónum Álfabakka. Já. Í 3D. Já. Er eitthvað undirtitill á myndinni? Heitir hún ekki bara... Hún heitir bara The Amazing Spider-Man 2. Já. Ok. Og já, við byrjum á sögutræðinum. Mjög einfaldur sögutræður. Þetta bara framhaldið af The Amazing Spider-Man og fjallar Peter Parker sem kóngulóarmaðurinn og það að hann að reyna að lifa í rauninni venjulegu lífi meðan hann ofurhetja sem þetta mjög erfitt. Þannig að, og já. Þau eru á því stigi í lífinu að þau eru að klára það sem kallað high school. Já. Og eru núna að spá í það hvort þau að fara í framhaldsnám eða hvort þau að finna sér einhverja vinnu. Og það er mjög mikið af páskaeggjum í þessari mynd. Já, eins og það kallað Easter eggs. Já, það svona... einu íslensk orðið sem dettur í hug, það er páskaegg. Og það eru svona vísbendingar í vísbendingar í efni í þessum heimi, þessum Spider-Man heimi, eins og við getum sagt. Þetta er svona teiknumyndasögunörda páskaeggja gull. Já. Sem að hendar okkur alveg fullkomlega. Miklu fleiri svona aukapersónur í þessari mynd, þessari seríu jafnvel, af The Amazing Spider-Man seríunni, heldur en Sam Raimi í trilógíunni. Þetta er 5. myndin Spider-Man. Það komu 3 myndir frá leikstjórunum Sam Raimi og það var fyrsta var bara Spider-Man, svo kom Spider-Man 2 og Spider-Man 3. Nú eru komnar nýjar Spider-Man myndir og það eru leikstýrar af leikstjóra sem heitir Mark Webb. No pun intended, þetta var greinilega ætlað að vera svona. Það er The Amazing Spider-Man var fyrsta myndin hans kóngulóarmanninn og þetta er nýjasta og 5. myndin kóngulóarmanninn. Og mér fannst hún frábær. Já, hún er það. Sama hér. Það er reyndar aðeins að skjóta inn í út því að ég geri það ekki, þá gerir einhver annar að ég held að sé samt 7. eða 7. myndin. Já, ok, en sko hinnar 2 eða 1, það talar enginn hana út því að hún er það slæm. Og hún verið gerð svona 1970 eitthvað eða 1980 eitthvað. Já, ok. Það var ekki ítalski Spider-Man eða það? Nei, ja. Jú, meðal annars. Ok. En það eru til kvikmyndir Spider-Man sem eru kannski ekki svona eins formlegar og Sam Raimi og Mark Webb. Já. Þessi persóna er náttúrulega heimsfræg, kóngulóarmaðurinn, það kannast allir við þetta. Þetta er svona svipað á Batman, þetta er svona Homer Simpson, þú veist, það veit allir hver þetta er. Og hann kannski mörgum þykir mér vænt þessa persónu, meðal annars okkur Arnóri. Ég veit ég með Heimi örugglega líka. Heyrðu? Jú. Hættu þessu. Þú eru bara að lesa bók að næstu. Já. Bittu, já. Ég veit allan að Heimir heldur mikið upp á Superman, en ég viss... Nei, bittu, ég heldur meira upp á Ok, hérna, þú veist, gott fólk. Þið myndir kannski vilja hylja augun út, ég ætti að, þú veist, beita sig algjörða, þú veist, svona teiknmyndasögunarögt. Skammast þín. Þú þekkir mig ekki. Nei, En þú veist, já, meiri Spider-Man aðdáðandi en Superman aðdáðandi. Í alvörunni? Þú veist, í alvörunni. Ok, ég er búinn að þekki Heimi í 4 ár en ég þekki hann ekki neitt. Eins mikið aðdáðandi ég að Superman, þá er ég meiri Spider-Man aðdáðandi. Ég hef, þú veist, fylgst miklu betur með honum. Þá erum við með 3 gallharða Spider-Man aðdáðandir hérna í þessum bíl. Og já, eins og ég segi að þessi persóna er svona, hvað getur sagt, hún er mikils virði fyrir kannski suma, eins og sem að svona kannski tengja við persónuna. Þetta er bara unglingur sem að gengur í gegnum allt það sem aðrir unglingar gangi í gegnum. Fyrir utan það náttúrulega hann er ofurhetja og þetta svona vekur upp spurningar, þú veist, af hverju er ég að þessu, af hverju er ég að hjálpa fólki og svona. Og þessi mynd fer svolítið út í það efni í rauninni. Hún fer líka út í það sko að í rauninni hver sem getur verið hetja þó hann hafi ekki ofurkrafta. Já. Það aðeins farið út í það að það er kannski svona undirliggjandi en það er maður er ekkert endilega að taka eftir í. Fyrir en svona rétt undir lokin að þá er eitt svona strákur sem að vill gera gott og svona í rauninni með því að gera eitthvað svona svipað eins og Spider-Man hefur verið að gera. Já. Leikararnir eru sá sem leikur Peter Parker eða Spider-Man heitir Andrew Garfield, Andri Grettir. Hann er frábær að mínum mati. Og að okkar allra mati þá er hann besti Spider-Man, hann er
miklu betri að mínum mati heldur en Tobey Maguire. Það var ekki, þú veist, tók ekki mikið að toppa Tobey Maguire. Það þarf ekki mikið, nei. Ég skildi eftir dálítið svona Tom Gat, sko. Já, En, alltaf grænjandi, Tobey Maguire. Eða dansandi. já. Já, Ég funky eins og gaur. ég sá því Spider-Man 3, Yes. það var frábær. Hún hafði sína kosti okkar. Já, Já, svo hún Emma Stone snýr aftur sem Gwen Stacy, kærasta Peter Parker. Svo Sally Field leikur Aunt May, eða frænku Peter Parker sem hún þykir mjög vænt og Paul Giamatti leikur illmennið Rhino, öðru nafni Alexei Sidsevic, og hann gerir það frábærlega. Hann með svona rússneskan hreim, svona rosa Mjög þykkan. þykkan rússneskan hreim. Já. Dane DeHaan, það er svona eiginlega ungstjarna sem er á uppleið, leikur illmennið Green Goblin, eða Harry Osborn, sem er merkilegt nokkuð vinur Peter Parker. Já, fyrir það sem vissu það ekki. Já. Og Jamie Foxx leikur aðal illmennið sem er Electro, Já. sem er maður sem fær ofurkraft og verður svona rafmagnskall. Og fær ofurkraftana á mjög svona teiknumyndasögulegan hátt. Já, kannski ættu að prófa að sýna þeim bara hvernig illmennin líta út í myndasögu heiminum. Já. Það er svolítið munur nefnilega á því, sko, hvernig þeir... Lættum á blaðsíðu 22 heimir. Við erum með bók! Við erum með bók! En allavega ég ætla aðeins að tala hvað heitir hann, Dane DeHaan sem að leikur... Dane DeHaan, já. Dane DeHaan, ok. Já. Hann þegar hann var að rífast, hann var aðeins að rífast svona við forsetana sem stjórna fyrirtækinu Ég Oscar. veit ekki hvort fólk séu þetta, en þetta er maður... Við tökum þetta. En ég kannski byrja á að sýna að Electro er sem sagt þið sjá hann þessi í gula og græna draslinu. Svona lítur hann út í myndasögunum. Þetta er klassík búningurinn. Já, þetta er búningurinn eins og hann er uppræðanlega, en Já. þeir breyttu honum í basically bláan rafmagnskall í þessari mynd, Og sem er alveg góð hugmynd. hvort það sjáist hér, en allavega mín megin er Rhino. Já, Hérna. það er þessi nasendingakall sem þið sjáðu þarna Og grái. hérna er Green Goblin. Já, og þarna er Green Goblin. Og í myndinni þá er þess að Rhino, hann er svona basically þessi Alexei Sidsevic, þessi maður, rússneski mafjósi, sem fer í bara svona vélmenni í rauninni, svona sem að líkist nasendingi. En í myndasögunum þá var hann bara mjög bölkaður gaur í nasendingabúning. Já, í svona spandex-búning með horn á hausnum. Já, En allan, ég var að tala um Dane DeHaan áðan. já, Að þegar hann var að rífast við forseta fyrirtækina og allt þetta, að þá svona, hann var með svona Jack Nicholson takta. Hann talaði svolítið svona, hann vildi fá ákveðna niðurstöður. Það var mjög fyndið að taka eftir. Hann var mjög svona, hann var með Jack Nicholson takta, þannig að það er kannski örugglega eitthvað átrúnaðargoð sem að þessi leikari hefur. já, það getur verið. Það er eitt gott atriði þáttunum The Critic, þar sem það er ekki að grína hvernig Christian Slater er bara basically að leika eins og De Niro, eða þú veist, Já. þeir leita upp, það er mjög gott atriði, en allan. Mér fannst myndatakan bara rosalega flott og ég elska Spider-Man búninginn í þetta skipti, í þessari mynd. Mér finnst hann ótrúlega flottur af því hann er bæði mjög líkur búningnum eins og hann er í myndasögunum, en svo virkar hann líka vel á hvítatjaldinu. Mjög stór augu. Já, fyrsta skipti sem að linsunar eru mjög stórar. Svona líkist mjög mikið Ultimate Spider-Man búningnum, fyrir þá sem vita hvað ég er að tala um. Fyrir nördana þúti. Þeir eru þarna einhvers staðar. Skilja okkur ekki. Fela sér baku þarna stór. Svo varum að tala um búninginn, en svo fannst mér bara auðvitað lýsingin og allt, þetta er náttúrulega stórmynd. Það er eitt sem minnst frábært, er að þetta er fyrsta Spider-Man myndin sem er tekin í New York. Já, ok. Mér finnst það frábært, af því að aðalega í New York. þessi sögupersóna á heima í New York, Peter Parker á heima í Queens í New York. Og þetta er fyrsta myndin sem þeir taka upp í New York alveg alfarið, mér finnst það frábært. Það er með svona Times Square atriði, allavega einu sinni. Og já, handritið, mér finnst það bara vel skrifað. Já. Og vel fléttað saman. Það er mikið á óvæntum uppákomum og leyndarmál leyst og... Páskaeggjum. Já, páskaeggjum. Kannski tala ég ætla ekki að fara út í mörg, en svona það er ákveðin nöfn sem að svona dúkka upp og það er Alistair Smythe sem að vann fyrir Kingpin í gömlu teiknumyndaþáttunum og er svona að vinna við það að búa til ákveðna búninga og vinna við það að búa til ákveðin vélmenni og svona.
sem að eru látin elta Spider-Man og svo er líka Felicia Hardy, en það er bara sagt Felicia, en ég svona reikna með því að það sé verið að tala um Felicia Hardy sem að er dóttir mannsins sem er í fangilsi hjá S.H.I.E.L.D. Svona best að skjóta því inn. Mér finnst þessi mynd, hún virkar í rauninni bæði fyrir almenna bíógesti og eiginlega enn fremur fyrir nörda, sko. Það er kostu að sjá fyrstu myndina á þessu. Já, við mælum með því, ef þið ætlaði að sjá þessa mynd, að vera búin að sjá fyrir myndina. Já. Það samt þarf ekki að horfa á hana út í að það er svona origin saga og það kunna flestir origin söguna bak við Spider-Man. Já, fyrir þá sem að hafa, ekkert hafa ekkert fylgst með Spider-Man. Og við á fyrstu myndina og svo þessa, það bæti upplifunina í alvörinni. Já. Við mælum við því. Og við tölum tónlistina, okkur fannst hún rosa flott. Hún er samin af Hans Zimmer. Svo mjög frumleg tónlist svona með við ofurhetjumynd. Hans Zimmer gerir meðal annars tónlistina í The Dark Knight og Pirates of the Caribbean og fleirum myndum. Já. Og Pharrell Williams hjálpaði honum með það, og svo eru fleiri sem ég man ekki alveg hverju voru, en þau voru held ég 6 sem að komið saman að þessu. Þetta kreditað sem Hans Zimmer and the Magnificent Six eða eitthvað, eða ekki? Jú. Og við vorum mjög hrifnir af tónlistinni, hún er mjög vel notuð og bardagatriðinu er rosalega flott svona æfð, koreografið og Spider-Man sjálfur fara að njóta sín rosa mikið í þessari mynd. Og hún er sýnd í þrívít allavega það sem við fórum á. Já. Og þrívítin hún virkar alveg vel, en það mætti vera kannski litli fleiri skot eða lengri myndskot sem að nýtast í þrívítina, en hún er samt gerð alveg mjög vel þegar hann er að sveifla sér og allt. Já, það er að segja atriðin þar sem, allt fyrir í slow motion, meðan hann er í miðju lofti. Allt fyrir í slow motion, lítur mjög vel út, þau atrið. Og þessi mynd fannst mér finnst þetta eiginlega að vera besta Spider-Man myndin, ef við getum sagt það. Það er að segja, mér finnst karakterinn koma best út í þessari mynd. Mér finnst hann vera svona eins og hann á að vera í rauninni. Batman er svona rosa dimmur og Spider-Man hann er auðvitað líka dimmur að hluta til, en hann er samt, hann gerir grín að illmennunum, þegar hann er að berjast við það og hann er að gera grín af þeim og þegar hann er, Peter Parker, þá er hann svona þessi lúði, en þegar hann fyrir búninginn þá hefur hann svolítið frelsi til þess að, vera svalur. Þannig að þetta er svona, mér finnst þið tækla það rosalega vel í þessari mynd. Og já. Og það er eiginlega svona, þegar þú ert að horfa á þessa mynd, allan ég fekk það svolítið á tilfinninguna að maður er kannski meira eiginlega að horfa á, ég veit ekki, tölvuleik frekar en kvikmynd, fannst mér, og því það er svo mikið að tæknibrellum, það er svo mikið að gerast og það er svo svona litríkt umhverfi, að það er bara svo rosalega mikið að gerast að þú einhvern veginn, það er meira svona eins og þú sért áhorfandi frekar en þáttakandi í rauninni. Já, það er rosa mikið svona frumlegum, þeir eru að reyna svona eitthvað nýtt með bardagatriðunum og eru að reyna eitthvað svona frumlegt ný myndskot og svona, en það er reyndar einu sinni vitnað í fyrstu Spider-Man myndina frá Sam Raimi, það sem að allt stoppast einhvern veginn og Já, það er slow motion. Slow motion, já. Svona the spider sense. Já. Hann er með, 8. skilningavíti eða eitthvað. Já, og það voru 3 illmenni í þessari mynd. Og það var, eins og við tölum áðan, það var Green Goblin og aðalillmenni var Electro og svo var það Rhino. Og það er mjög líklegt að það sé verið að setja upp fyrir fleiri illmenni í næstu myndum. Og það er, í myndasögunum er það teymi sem heitir Sinister Six og það eru 6 illmenni sem að, sem okkur grunar og er eiginlega svona, það liggur í loftinu að það er verið að undirbúa það, sko. Það verður, ég veit að verður tilgerð mynd nr. 3 og nr. 4. Já. Þannig að það, ég meina, maður bara býði 2 ári viðbútt. En hérna, ég er að spáða hvort við höfum að gefa sér einhverja gjöf og fara svo í meira nördatal bara í sér-vídeó eftir þetta, ef þið eru sammála. Já. Við ætlum að hafa þetta smá nördalört. Nú erum við bara að tækla þetta svolítið svona eins og við tæklum allar bíómyndir, reyna að gera þetta mjög svona almennt. En síðan förum við út í mjög mikið nördatal og þetta er svona smá viðvörun fyrir þá sem eru viðkvæmir fyrir nördatali. Er ekki nördar eða bara... Ég fæ grænar bólur að hlusta á þetta. Hafa engan áhuga á því, þá förum við svolítið út í það eftir. Þannig að já. Okay. Bara smá viðvörun áður. En við ætlum að enda þetta með einhverja gjöf. Já, ég ætla,
við fórum á óhrjötumynd Captain America. Já. Hún gjörólík. Gjörólík, já. Þessi svona aðeins svona glaðlegri og litríkari, finnst mér allavega. Ég ætla að gefa henni þá svona 8,2. Þetta er mjög góð mynd, sýnir Spider-Man í sínu ljósi. Leikararnir eru góðir og illmennin komu betur út en ég bjóst við og þau eru aðeins frábrugðin því sem ég er vanur en við förum út í það í öðrum kafla. Og já, leikararnir stöðuðu sig bara mjög vel og Andrew Garfield, það náttúrulega fæddur til að leika þetta hlutverk. Þú gjörið svo vel. Já. Já, þú undan. Á ég að byrja? Já, gjör svo vel. Sko, nördin í mér langar til að gefa þessari mynd mjög háa einkunn. Ef ég á að hugsa út frá almennilegu svona það er mér alveg sama, ég ætla bara að gefa henni það einhvern sem ég langar til að gefa. Ég ætla að segja 8,6, hæsta einhvernin. Mér fannst það mjög skemmtileg og góð og það er aðalega út af því bara því mér þykir mér vænt þessa persónu. Þetta er svo frumleg persóna, það er svo mikið á bakvið hana og mér finnst þeir taka það svo vel í gegn og leikararnir finnst mér frábærir. Andrew Garfield finnst mér bara, eins og við vorum að segja, mér finnst það eiginlega bara fæddur til að leika Spider-Man, sko. Hann er Breti en hann tónar heiminn svona niður þannig að hann svona reynir að nota þennan New York heim. Svo finnst mér bara allir hinir leikararnir. Emma Stone frábær eins og alltaf, Dane DeHaan, Paul Giamatti rosa skemmtilegur eins og alltaf, Jamie Foxx, já, 8,6, mér finnst hann bara frábær. 9 og hérna er ástæðan af hverju. Það er sko, þegar maður var krakki þá horfðum maður á þessa teiknimyndaþætti og það er svona fyrstu kynnum hans við Spider-Man og þetta var rosalega, þú veist, cheesy þættir. Ég meina, þú veist, þetta var teiknimyndir og þetta var óhugtu teiknimyndir og ég meina, þú veist, þau hefðu alla þessa allskyns óþokka og svona, þau leyfðu sér margt. En það sem ég elskaði við þessa þætti er, þú veist, bara hasarinn og bara karakterinn og bara, þú veist, söguþættirnir og allir óþokkarnir sem komu fram. Elskaði það með sem krakki og svona elskaði enn, þú veist. Maður tengist þessum teiknimyndum mjög sterkum böndum og þessi mynd lofaði bara ekta Spider-Man mynd. Þetta er óhjötumynd. Kannski ekki ef þið þolið illa svona þið veitir hvernig óhjötumynd er. Þetta er alveg cheesy stundum, þeir leyfa sér margt. Ég meina, eins og með hvernig nokkuð óvinni verða til. Já, margt gerist sem meikar ekki sens, suspension of belief. Einmitt, það er mjög mikilvægt að hafa það í huga. Já. Svo, þetta er ekki beint mynd fyrir ykkur ef þið, með stuð fyrir eitthvað jarðbundið. Já, nákvæmlega, ég er sammála því. En fyrir ykkur, óhjötunörðana, þetta er hreint gull. Þetta er velgerð mynd með flottum tæknifræðlum, flottur leikarvali, ég meina Jamie Foxx, sem Electro var bara mjög vel valið og mjög gaman að sjá þá útfæra þennan karakter, þú veist, á þennan hátt. Og bara flott handrit, flott saga og bara, ég er bara hest ánægð með þessa mynd og gef henni 9. Ég gef myndum aldrei 10, mjög sjaldan, en sko, ég meina, þetta er ekki fullkomin mynd, en ég skemmti mig konunglega við að horfa þessa mynd. Ég hef það með þess að þá sko, þetta var betri en fyrsta myndin út af því, hreinlega út af því það gaf okkur meira, segjum það bara. Ef þú horfa á myndina þá kannski ég fatti hvað ég meina, en 9 frá mér. Já, ég ætla kannski bara að bæta líka við að mér finnst það vera besta Spider-Man myndin hingað til. Já. Það sem sko, Raimi myndirnar, það var ekki slæmar. Nei, alls ekki. Það höfðu góð element, en það sem við klikkuðu á var átt að segja því að þetta eru óhjötumyndir. Já, og líka kannski hvernig, hvað, þú veist, Spider-Man er, eða hver hann er og hvernig er persónan. Hann sýnir margar hliðar, hann sýnir svona þungar hliðar, eða svona... Hann er ekki alltaf skælandi eins og Tobey Maguire. Nei, myndina er ekki alltaf að þungar, sko, en... myndin að leyfa sér smá svona skemmtun, smá gaman. Svo það er kannski eini gallinn við Sam Raimi myndina. Það voru kannski aðeins jarðbundnari heldur en þessa nýjustu. Já. Svo
Þannig að við segjum bara besta Spider-Man myndin hingað til allan að mínum mati. Já, ég er sammála. Sammála. Og Andrew Garfield er besti Spider-Man bara. Jú. Sem við séum á hvíta tjaldinu. Þið megið ekki missa af þessu ef þið hardcore Spider-Man. Mælum með The Amazing Spider-Man 2. Og ef þið viljið fá ekta og hluti mynd, sem er bara mjög vel gerð og bara... Já, það er kannski best að enda þetta núna. Mér úr með fjöstaringuna. Já! Herru, við kveðjum hér. Búið með 20 mínútur. Ertu með eitthvað meira? Já, byrju, wow. Fjöstaringin. Ég er bara aðeins. Herru, við kveðjum hérna. Bye. Bye.